Shit, ok Við erum að kynna þáttinn Við erum með special bulletin núna sko. Já, víst Við erum special frétta skýringa þátt í dag Velkomin í Þess Kompás vegna er ég klæddur svona Þú ert Helgi Seljan Helgi Seljan Pild Velkomin í hvað? Kompás? Er Kompás ennþá til? Það er það núna Getum við kallað það eitthvað annað? Við erum nýja Kompás Kompás er ekki til eins og Bítlanir Við megum vera hljómsveitin Bítlanir já. Well, we have breaking news for you. X-Bulls and Narfos are back. Give me the ratten, datten, 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 datten. Velkomin í fréttaskýringa þáttinn Kompás Brjálað cold open intro Já, hvar byrja maður? Það er líka svo fyndið að þú veist ef við þáttu kemur út á morgun þá var það örugglega of seint sko. Já, Mér líður svona þess að þetta er svona hvað heit hann Ted Bundy CNN Já, býtu hérna, fuck, hvað heitir hann? Ted Danson Nei, Ted Turner Ted Turner, já, Hann bjó náttúrulega til Apocalypse Tape já Ég er ekki að segja þetta þú er endilega verið Við ættum kannski að gera Það lag sko Við erum með það eða ekki Skulum spila partæði núna Já. Já, við þurfum að gera svolítið Við þurfum að gera skítkast Svona end of broadcast End of life End of evangelion Það er mynd. náttúrulega, þú veist Það er eitt sem að fólk þarf að geta að vita að þú veist, þegar það verður að rúnda svona kjarnorku Íslandið, Já, þá getur alltaf hlustað á sko lúppandi skítkastætti. já þú veist, það er náttúrulega Við munum selja svona pakka á teipi Svona í svona Það kallar snjóbolti Brynvarinn kassi sem er með innbyggðum teip spilara Það kemur setna þegar við erum komið með Patreon Við erum náttúrulega, ég er búin að gera Patreon Þannig það verður bónusþáttur og eitthvað shit bara fljóðlega Fáðu ykkur Patreon Alls konar fucking shit. Hvað er að byrja? Þú veist, 1823 1823 Þá var Monroe fórseti State of the Union Þú veist, 1823, Já, já. 13. janúar Já, Og hann eitthvað er búin að vera kökkaður af Bretlandi í Bandaríkir er búin að vera kökkuð af Bretlandi Þeir voru með svona Pax Britannica sem er mjög fyndið að þú veist það er alltaf kallað eitthvað svona friður skilur já. Breta friðurinn en það þýðir bara að þeir voru að dönga svo mikið á heim þeir tóku yfir allt og voru með svo stóran sjóher að þú veist þetta er sama með Rómafriðin Pax Romana er bara eitthvað svona nei þú veist það er ekki einhvern sjensanit fokk í okkur Nei, þú veist við eigum öll að þú veist það er líka bara svona að þú átt nóg mikið að bátum það er ennþá og fyndið með það Donald Trump er nú alltaf að segja hann að sé að smíða sko glænýja báta við erum bara svona, það er búið þið eru ekki fyrir eitthvað það er ekkert meira cool samt enn flugmóðuskip það er pínu cool það er mjög erfitt að viðurkenna en það er pínu cool og það heitir eitthvað svona USS fuck you USS My balls in your face já, USS Splash en þú já, þú veist ok hann er þarna eitthvað kökkaður í klassu af Bretlandi og Evrópu af því þeir eru bara svona í basic eiga fleiri báta eru bara eitthvað svona viðskiptasamskiptum við Suður-Ameríku og hann er eitthvað svona nei við eigum þetta og eitthvað svona gerur svona hann er þetta svona Monroe doktorinn átt að vera svar við sko Pax Britannica sem er bara eitthvað svona virkaði það nei var þetta ekki líka þú veist pælingin að vera með þú veist skipta shit what happens sem er líka bara finnast í heimi að þú veist það er bara búið til hemisfýr þetta er bara þið sögðu það bara að þetta verið skipt en það er allir mjög fyndið að þú veist að hugsa til þess að hvernig við horfum á kort til dæmis er bara hvernig við horfum á kort þú veist Grænland er svona nokkur neginn í miðinni skiljur bara svona það er bara því að við búum í við erum hér að gera kort en þú veist þeir eitthvað svona gera það og þú veist eru svo að
fucking United Fruit Company myrða alla í Suður-Ameríku. Við megum bara myrða fólki í Suður-Ameríku, ekki þið. Við megum það bara. Og þú veist, allir þessi fucking dude, skilur, fucking United Fruit Company sem hann var eitthvað svona hryðjuverka. Já, þú veist, bara svona þú veist, bananar og hryðjuverk. Að ég líka, þú veist, núna er ég að tala um eitthvað svona narkoterrorism mím, eitthvað bara svona þið voru með bananarhryðjuverk. Já, sem miklu þið voru bara með svona góður dilla á jarðaberjum hryðjuverk. Ógeðslega unserious. Já. En svo kom náttúrulega Henry Ford. Þú veist, það var ekki fyrir en þá sem að eins og Venezuela sem við ætlum að tala um. Þú veist, það er ekki fyrir en þeir koma svona in the fold þegar Henry Ford mætir. Og hann náttúrulega, ekki margir sem við það, en þetta ætti að vera bara, þú veist, ég er búin að tala við hann Flosa, drauga fortíðar, bara eitthvað, akkur er ekki búin að gera þáttum þetta. Er fucking Fordlandia. Hann ætlaði bara að búa til nýtt ríki í Suður-Ameríku og gerði það og það gekk ekki af því að hann bannaði allt nema bandarískan mat og að runga sér. Hann bannaði það. Þannig þeir eitthvað svona bjuggu til Whore Island. Fact check. Eyju rétt fyrir utan, það sem var sko spilavíti, mátur rungaðir, plantain, fucking matur, þú veist, frá þessu svæði. Mátur rungaðir, voru örugglega búin að segja það, en þú veist, þannig að allir fóru svona sigla þangað af því það var rétt utan landsins. En svo hrundið allt, en það er ennþá, þú veist, þetta er ennþá til mikið þessi dóti, sko. En þú veist, það var svona, þá var svona eitthvað, þá voru þeir eitthvað svona, já, ok, við ætlum að Venezuela ákvaða bara svona, ok, við ætlum að gera ekkert um olíu, sem er ekki sniðugt. Nei, það er ekki sniðugt. Ekki sniðugt líka svona, ef þú býrð við hliðin á Bandaríkjunum. Ef þú býrð við hliðin á, þá er það ekki hinum stóra Sadal. Sem við bara svona explicitly búin að segja að hann sé með einkaleyfi á að myrða þig fyrir auðlindir. Eða þeir eru líka með einkaleyfi, þeir eiga alla olíu í heiminum. Já. Þú mátt ekki versla með olíu nema ekki dollara. Dollarin er tæknilega séð bakkaður af olíu. Já, og þeir náttúrulega af allri olíu sama hverjum sjáum náttúrulega hvað gerist þegar þeir reyna að hætta því að versla í petrodollarnum. Já, það veist. En já, þú veist, ok, þeir finna olíu og eru bara eitthvað svona, oh fuck, við ætlum að gera bara olíu og við ætlum að vera með enga akuryrkju, við ætlum ekki með neitt annað, við ætlum ekki að byggja neitt annað en líka, þú veist, innviðin þeirra voru byggðir upp fyrir hinn fyrirtækin. Fyrir fyrirtækin að koma inn og sem bara eitthvað svona ok, þeir að setjast, þeir að veðja svolítið mikið á að þetta verði alltaf í lagi. Já, þeir ætluðu að gera Abu Dhabi. Já, en svona já, og svo bara svona gerðu þeir ekki það. Nei, það var ekki eins flott. Nei, og þú veist ég er ekki að, þú veist það getur allir verið sammála um það að, þú veist, það er búið að vera fucking corrupt land mjög lengi. Þannig við erum ekkert að dönga á Venezuela. Nei, elskum arepas og elskum alls konar shit frá Venezuela, einhverja flott að dansa. Já, flotti fáni. Það reyndar alveg svona, þú veist, að þeim að sjá hann svo mikið núna. Geðug fáni, mjög góðu fáni, mjög cool fólk. Þekkjum bunch of cool fólki þann, þú veist, en þú veist, það er búið að vera bara eitthvað svona 30% af öllu er búið að fara í vasan okkur einhverju randagur. Já, veist, það er ekki. En svo þú veist, þeir mæli með að fólk lesi bókina Hákarlinn og síldin. Það er bók sem allir er að lesa. Það er bara um þetta, þú veist, Bandaríkin Hákarlinn, þeir eru síldin, skilur, og bara Suður-Ameríku eins og hann leggur sig, og þú veist, þeir eru búin að vera fucking dönga á alla og drepa leiðtóð allt í Bandaríkjum í Suður-Ameríku forever. Þú veist, og til gaman smá að geta af því maður er með fun fact svona í milli til að þetta ekki allt fucked up að Pedro Pascal, hann er, þú veist, þremenningur eða barnabarnið hjá honum Salvador Allende. Já. Pinochet, Augusto Pinochet sem var tekinn í Chile og þeir stiftu náttúrulega Salvador Allende aftóli. Þá flýr Pedro Pascal 4 ára til Danmörku og elst upp þar, og ég held að Isabel Allende sé systir hans, sko, rithöfundurinn, og ég vissi ekki að hún væri dóttur hans Salvador Allende. Nei, ég veit ekki, gera ráð fyrir það. En þú veist,
Salvador Allende var náttúrulega bestu vinur, þú veist, Pablo Neruda og öllu sem ritföndum og whatever, skilur, þetta er svolítið cool en bara svona fun fact að hann er eitthvað tengdi því, ekki hann mikið að segja í dag, mótið þessu, nei, ég veit ekki ég er ruglaði, hann er mikið, þú veist, káa fólki hann er fucking freak, eina skiptið sem ég séð einhvern bara svona horfa á hann er Willem Dafoe, hann kemur, þú veist, tekur hökun og konun og svo hann bara svona nei ég held að Willem Dafoe sé ógeðslega góður í einhverju ótrúlega obskjúr bardagjalist eða bara svona hann er í svona filipísku hnífaboksi hann er svona þú veist, þú ferði á eitthvað svona public freakout á Reddit, hann myndi bara svona hann er eitt af þessum skittum með svona wow svo þú veist, þegar maður sér í strætó og eitthvað svona, er að gera svona og svo allt í nýr á jörðinni viljum þú fá að vera eitthvað sem er í standað en þá sko sko ok fuck hvað við erum að fara hratt yfir söguna sko 1958 þá fyrir allt í fokk þá aðeins fyrr bara svona smá sidebar með þetta að því að þú veist við vorum að tala um United Fruit Company hérna Smedley Butler sem að var sko hermaður málarliði fyrir United Fruit Company og kom síðan aftur og var bara svona þetta var ekki í lagi ég held að þetta ekki að gera svona hann var sko ráðinn og hann alveg talaði opinskátt þetta af Prescott fjölskyldunni og svona fleiri svona þannig toppgaurum í Wall Street sem bara svona gengu á hann og spurði hann hvort hann væri til í að leiða kú í Bandaríkjunum þessu bara við erum með nóg mikið að málulegum við erum að spá í að taka Washington og við erum að spá hvort að þú væri til í að leiða það og hann bara eitthvað fór í fréttinar og sagði bara þessi gaurar ætluðu að fá mig til að fremja vopnað valdarán allir banani gauranir og það er bara svona ok en þú veist engin það var engar afleiðingar fyrir nei enda er þetta nóg fárand til að þetta er svona toothless hillbilly álhattur bullshit dæmi sem er svona þú veist ég er mjög leið þú veist ég veit að ég er að fara gegn því sem ég sagði senast þetta að ég er mjög leiður að Dick Cheney í dáin því hann að horfa á Donald Trump núna og hugsa er þetta fucking fyrst skiptið þetta mátt ekki segja það sé út á oljunni það eru allir að lesa punktana þú veist reyndar er alveg bara svona Rubio er að segja þú veist narkoterror sem Hesketh er að segja eitthvað annað og svo bara svona fyrir Donald Trump í viðtölu bara svona oljan maður við viljum að ná henni en þú veist hann það er þú veist ég hef lesið að ég man ekki hvað bók það var í eitt af þessum bókum sem hann skrifið um Trump og fyrir tíðinast Trump var sérst að það virkaði ekki að láta hann fá daily briefing hann las þau ekki þannig að þau lítið hann að punta I was elected to lead not to read þú veist þannig að hann láta hann að punta og svo virkaði það ekki þannig að þið byrjuðu bara að fá einhvern tíðan Fox News bara svona nennir að segja hvað er að gerast í dag að smáleiti af því það er eina sem hann horfur á með svona Cocomelon briefing þú veist, basically, sko, svona Bluey er að segja þér geopolitical stöðuna í Suður-Ameríku yes það er mjög, ég sko veit ekki hversu margir vita það að ég man ekki hver tók við þarna, við erum ekki með this is from here, sko þetta eru hausnum, sko Top of the Dome 1958, þá tekur við annar leiðtogi í Venezuela janúar tekur við annar þarna og ég held að vera í mars á sama ári ég er nokkuð sem Bandaríkjanna við hendunum hann upp í hérna Venezuela þá bara mæti einhverju gaurar og reyna að skjóta forsetann í Venezuela? Frá Venezuela bara hvað gengi frá Venezuela mætir að reyna að drepa forsetann og það er svona eitt af svona hlutir sem ég man ekki þetta að vera tala mikið nei það er bara svona en það var ekki neitt úr því að hann náði því ekki en þetta er alltaf eitthvað svona þetta er svo fyndin þú veist þetta er svo fyndin hlutir til að gera að vera með bensólíu alveg svona það er alla olíuna og líka bara svona sorry en bara svona mjög lélega olíu ég veit ekki hvernig ég útskýrði þetta fólki en það er bara svona hún er ekki svona crude það er crude olíu og svo
krúdolía og þetta mjög krúdolía þetta svo fucking tangrem eða eitthvað reddiolía já, þannig að það get erfitt að vinna úr henni bla 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 bla, eitthvað bullshit skilur og þeir eitthvað svona fólk elskar bíla, yes 1920, mætir Henry Ford og þeir eitthvað, yes, ok, við höfum séns eitthvað, og fólk svona svo ekki setja í hinströðin, yes, fuck, yes yes, elskar olíu eitthvað og svo svona, fuck svo 1978, þú veist, allt tekið tilbaka bara svona öll regulation allt og það er yes, aftur, elskar olíu eitthvað skilur what happened in 1978 bókstaflega samt og svo eitthvað svona, það er ekki fyrir 8-10 og eitthvað það sem þeir byrja í samstarfi við Kína sko. Þú veist, byrja í actual svona full on sambandi við þá og þú veist hvað er 2002 sem þeir, þú veist supplya 80% olíu niður eða eitthvað, síðan þá sko þannig það hefur ekkert með neitt að gera það hefur definitíð ekkert með neitt að gera að bara svona ég held að þú veist mér finnst það ótrúlega hvað enginn talar þennan punkt að þú veist viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna 2014 þú veist þeir byrja að setja alveg hefi við viðskiptaþvingar svona Venezuela og basically bara banna það og byrja að fucking skjóta allavega 2025 þá segir byrja að skjóta þessa báta og segja þessu bara fucking einhverju gauðra sem byrja veðafisk já, líka bara svona að það er einhver gauður á bát það er gauður á bát og við drápum hann og það var náttúrulega fyrst skiptið að segja bara svona og við megum actually gera hvað sem við viljum já, það er við megum gera hvað sem við viljum en mér finnst alveg ótrúlegt að sjá bara eitthvað svona er enginn að spáið í þú veist viðskiptaþvinganirnar eru bara út af Kína já that's it that's fucking it það er enginn ástæð til að gera þetta nei, það var líka þú veist í fyrra þá sko þú veist náttúrulega skituldir í heilan og voru með þetta tollastríð við Kínverja settu 145% tolla og þeir sögðu nei á Kínverja og þeir sögðu, veistu hvað ég ættu skít, við erum búin að vera að danka á okkur já, það er sko, af því það er líka bara svona sem er, þú veist svona hliðar sideplot af þessu plotti, er bara svona að öll sojaböna framleiðsla í Bandaríkjunum er búin já, sko, okay, sko ef við tökum bara svona quickly ógeðslega brútal stutta þú veist, þeir senda allan iðnaðinn sinn til Kína já þú veist, beintið bara eftir að Detroit var ríkasta borg í heiminum í öllum heiminum með mestu framleiðslu og mest GDP bara per fucking svæði í öllum heiminum sendaði þetta allir Kína og skuldaði múkslega mikið fucking skuldaði allan pening í heiminum allan pening sem er nokkuð tíman hægt að skulda einhver tíman ever og þeir eru bara svona frekar til með það já því þeir eru 4.000 ára gamalt land mér finnst alltaf gleymast bara svona þú veist, ef þú fer á TikTok og sér eitthvað gaur sem svona já, ég ætla að búa til mandarínu og svo fer hún í garð og svona ok, þetta er mjög lélegt dæmi en bara svona, það brotnaði gluggi í húsinu mínu og hann svona býr til gler og maður svona þeir geta þetta skilur. Líka bara svona ímyndaði þér ef þú veist, ef Sumeria væri ennþá bara svona global power já þú veist, það er Kína þeir kunna þeir eru búin að vera jafn lengi og Sumeria en líka þú tekur fólk þú veist, og það er alltaf glaungast á þessum fucking punkti og þú veist, já þetta er ánið þreytu punktur, whatever en bara svona, þeir tóku 30% af allir þjóðinni sinni úr fátækt já. Á 20 árum þú ert líka að vinna með fólk sem þekkir fátækt já. Þannig þú ert fólk sem þekkir fátækt og það er fucking ingrained í þig að þekkja fátækt og þú veist það eru fleiri, þú veist eins og bara Rússlandi gott dæmið, þú veist maður sér bara hvernig þjóðarsálin er þar þú veist ekki kannski tengt þessu öllu sem er í gangi núna en bara svona, þú veist það hefur alltaf verið alveg svona gritt út af því nú ertu með það nema ekki fátæklingur og bara svona með einhverja stefnu það gleymist að það var algjört flúk eða bara svona þeir tókuð 100 ár það sem þeim bara svona þú veist, áttu smá skít alveg þú veist út af alls konar ástæður en bara svona það er mjög óvenjulegt mjög illa það er þú veist oftast er töluvert betra ástand og núna eru þeir komnir aftur
Já, þú veist, mér finnst sko again, það nóga hlutum til að grína en bara, það samt einhver stefna sem þeir stefna í einhver átt og fólk eitthvað svona, nei Xi Jinping búin að vera þarna í 15 ára eitthvað, ég bara svona hann búin að gera allt sem að sagðist að gera hann búin að byggja brýrnar, hann búin að byggja stíplunar það eru stíplur, það eru brýr, það eru lestakerfi fátæktinn og þú veist, svo getur þú hort aftur á þetta trackrecord og bara svona fólk svo fucking propagandist og ég bara svona en það hefur, þú veist eitthvað, það eitthvað sem gerðist ríkið að gera eitthvað fyrir þig, einhvers konar tangible hluti sem þú finnur fyrir þínu daglega lífi og þú veist, ég veit að það einhver manneskja núti að fucking öskra á skjáðan sem núna bara, það ekki satt en bara svona, af hverju það fyrirtækin ríkisríkin og ég bara svona af því að þá getur ekki bara svona gert eitthvað þá þarf það að haga þér vegna þess að þú stelur peningum úr ríkiskassanum þá drepum við þig það líka bara eina sem það svo fyndið að segja þetta en það eina sem getur gert ef einhver, þú veist, segjum sér svo einhver íslensku stjórnmálamaður myndi bara stela 2000 miljónum ímyndið ykkur segjum bara, ef einhver myndi stela 2000 miljónum sem við myndum bara að borga við myndum þurfa að borga bara og þú veist, og hann verið, þú veist, þessi stjórnmálamaður verið, þú veist, giftur bara einhver svona hátsettum bankastjóra og þú veist, svo kemur hrun og þau algjörlega að sleppa undan því, skilur þú veist, ímyndaðar það myndi gerast og svo myndið þau bara halda frá stjórnmál frá þú veist 2003 kannski segjum bara svona algjörlega út í loftið frá svona 2003 þú veist, hvað hægt að gera það verður að vera eitthvað bara svona þú veist, það verður að vera einhvers konar samfélagslegur sáttmáli að við séum rosalega ekki til í það en af hverju líka, ok, sko algjörlega ný hugmynd, ég var að dætti til bara núna, sko, ok til að keyra bíl þá ertu bílpróf til að vera pípulagningmaður þá ertu sveinspróf til að vera stjórnmálmaður ekkert og þú veist ég veit leið núna hitt fólkið að öskra á skjáin þú mátt ekki gera þetta af því það mun búa til efri stétt og lægri stétt sem löglega séð má ekki vera stjórnmálmaður á þess að vera í efri stéttinni I get it, skilur en bara svona ekkert kritería sem ég ekki, pointið ekki að þú þurfir leyfi til að vera stjórnmálamaður heldur það þurfa að vera eitthvað sem getur bannað ef þú fokkar ógeðslega mikið upp þá ertu ekki lengur út. Í pottinum þá máttu ekki og þú veist, jú, þetta algjörlega hypothetical og það ekki að skilgreina eitthvað svona viðmið fyrir hvað það væri bla 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 en ég bara svona, come on, það hlýtur að vera við getum alveg prófað að gera eitthvað og líka, hvað allt hitt fólkið af hverju séum við þetta að vera þá þing hvað, ekki til ykkur önnur manneskja greinilega ekki en það líka bara svona bara sem, þú veist, sinister implicationið þú veist, að til þess að fá að vera í stjórnmálum þá ertu bara að þekkja annað fólki í stjórnmálum þannig að þú endar samt með insular klíku af fólki sem deilir með sér völdum veist, en á sama tíma hefur fólk alltaf sagt þetta eins og Donald Trump og Pete Hegseth og allir sem ákveð bara svona, það ekkert þeir ekki með eitt CV bara nei, af því að þeir þekki einhvern gaur þú veist, þeir þekkja gaura þeir þekki einhvern gaur líka, ég man ekki sko ég man ekki hvernig það var en Donald Trump sagði eitthvað með að hann væri bara hættur með Venezuela fyrri aldrei tímabilað hans þá sagði hann að hann væri hættur með bara hættur því, skilur og bara að vera eitthvað að reyna að þvinga þá þá getur bara svona Chevron bara svona, hérna eru 300 miljónir dollara fyrir kostningröðina eða whatever ok fuck smá úbasi en það líka bara það svo fyndið með svona þreytta punta svona, það svona punta sem svona, ég er búin að heyra þetta fucking skriljón sinnum ég er búin að heyra þetta svo oft bara svona það taktíkin
Það er ekki bara taktikinn, það er bara svona hvað meinar þú? Það er einhver banki að núti sem er eðilega lífið. Það Þetta er svo eitt besti bólur sem ég sé hjá einni af stelpunum í Gróu held ég. Þannig að bankanum er alveg saman við þig. Það hættir ekki að vera satt. Ég einmitt var að rekna út daginn. Ég tók húsnæðislán fyrir 5 árum og ég var bara svona í einhverju ganni, bara svona reknaði aftur í tíma svona hvað ég væri búinn að borga bankanum mínum. Búinn að borga 12 milljónir á 5 árum. Veistu hvað ég skulda bankanum núna? 13 milljónir. Upp á krónu það sama og ég skuldaði honum áður en ég borgaði honum 12 milljónir. Já, en núna áttu fake tölu á blaði sem er meira en hún var. Já, en þú veist líka bara svona ef að ég hefði verið þvingaður af erlendu glæpagengi til að borga 12 milljónir á 5 árum heldur að Snorri Másson myndi segja eitthvað? Heldur að Sigmundur Davíð verið pirraður þá? Já, ég er glað. En þú veist, málið með þetta er sem fólk segir eitthvað svona, já, núna áttu hús sem er meira virði. Já, en þú veist, svona, það er ekki öll hinn húsin kosta meira líka. Já, það er bara við erum með inflated húsnæðismarkað, það er líka slæmt. Það eru 2 slæmir hlutir að gerast. Já, en það er líka, þetta er alltaf, þú veist, þetta er það sem er svo fyndið með sérstaklega á Íslandi, eitthvað svona stjórnmál, er bara eitthvað svona whataboutismi á einhverjum svona turbo-leveli. Já. Hvað með öryrkjana? Hvað með þetta? Ég skal nokkuð confidently segja að þú veist á þessum svona 15 árum sem ég hef verið á vinnumarkaðinum sé ég ekki búinn að borga 12 milljónir til öryrkja. Já. Ég er nokkuð viss. Góður punktur. Ég held ég sé ekki búinn að borga 12 milljónir í vegakerfið. Ég held ég sé ekki búinn að borga 12 milljónir í skólakerfið. Já. En líka bara svona góður punktur. Sko, fyndi líka svona full disclosure ég á hlutabrif í Íslandsbanka sko. Self-dogs. En þú veist, ég svona hugsaði ok, á einu ári eða eitthvað, minna en einu ári er búið að hækka 100.000 krónur mitt hálfa hlutabrif eða eitthvað og ég bara svona hvernig er það hægt? Hvaðan kom peningurinn? Af hverju er meiri peningur? Af hverju er allt í nú og þú veist, þú veist, við getum alltaf aftur litið til við vorum að tala um Bandaríkin 1978 það sem þeir hættu með gullstandardinn og byrjuðu bara svona fake peningur. Já. Og allt, þú veist, það er fyndið að við erum búin að heyra mjög mikið núna um það sko að hvað fólk er svona mikið að tala um fjárhættuspil og tala um að og ég ætla, mér aðeins fara til það en þú veist, af hverju er fólk bara svona háð fjárhættuspil og ég bara svona að því að allt peningagerfið er það þú ert að veðja á að þú ert að borga bóndanum fyrir kornin sem er ekki til af því þú munt giska að það mun kosta svo mikið þegar það verður til. Já. Þannig það er ekki Nei, það er líka bara svona við tölum ekki nógu mikið það að peningar hafa bara verið eitthvað síðan 78 og bara svona ef við flössum nokkrum gröffum hvað hefur gerst síðan. Já. En þú veist, það er bara og með þú veist hvernig banki virkar. Já. Þú veist, ef það væri þú veist, ég held að það sé bara ekki nóg akkur er það ekki kennt í skóla bara hvernig banki virkar. Ég held bara svona að fólk myndi fólking brjálast bara, þú veist, bankin líka ef ég fyrir með banka og fæ hann til að lána mér 10 milljónir bankin er ekki að gefa mér þú veist, hann er ekki að afhenda mér 10 milljónir sem hann á hann er að afhenda þér 10 milljónir sem hann býst við að fá úr vöxtum frá einhverjum öðrum hann býr til 10 milljónir og rétti mér þess. En það er náttúrulega sem Bandaríkin gera líka er með sko
ríkisbankin hjá þeim er náttúrulega bara ég ætla að setja upp myndirna á skjáin af krónunni, þú veist hvað er það, platinum krónun. Já. Það mætti einhver gaur upp í Hvítahús og sagði þetta hérna er virði $1 trilljón af því að ég sagði það. Við erum bara að gera eitthvað. Þetta er ekki, þú veist, þetta hljómar eins og bara svona ekki einu sinni skáldsaga, þetta hljómar bara svo grín. Já. Ekki einu sinni grín, þetta er bara eitthvað svona þetta hérna, þessi hlutir sem ég held á hérna í höndunum er $1 trilljón af því að ég sagði það og núna eigum við það. Nú eigum við það. Þetta er bókstaflega að taka kjúklingin og segja actually allar syndina sem ég framdi, það var kjúklingurinn. Já. Svo drepum við kjúklingin. Já, þetta er svona það er já, þetta er svona sin eater krónan. En það er náttúrulega bara that's what's up. Það er svo við erum að gera og það er líka bara svona það endar, það getur ekki gengið það lengi einu sinni. Nei, líka þú veist, við horfum aftur enn og aftur og ég veit, þetta er orðið algjört fucking meme, hvað svo oft hugsaður fucking Rómaveldi, bara af því að við erum þar núna, af því að við erum með það er það sem við erum með og það er, þú veist, þar byrjar að það er náttúrulega, þú veist, military expansionism, bla 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 og byrja að þinna út gjaldeyrisinn. Já, vegna þess líka bara svona að því að heimsveldið gengur ekki fyrir auðlindum, það gengur fyrir þenslu. Alltaf. Þú þarft þenslu til þess að pávera vélina og svo færðu ekki meiri þenslu og þá færðu regression og þú spírar. Mætti kapitalismi sé slæmhugmynd. Mætti, eða bara svona var einhver búinn að segja það? Var einhver búinn að minnast á Ég held að fólkið sem hlustar á okkur ég held að það sé ekkert meira confusing svona stjórnmálaskoðun í heiminum en við tveir. Hvað finnst þeim? Hvað svona við erum með betri og verri skoðanir en þú getur do not estimate me. En já, mér finnst það, ok, það ertu með, þú veist, þau taka gullið sitt og þinnað út með bronsi og blí og eitthvað, skilur við. Þeir segja, þú veist, ef þú skoðar hérna hvað er 40% af bandarískum ungmennum sem hafa komist í snertingu við skaðlegt magn af blýi. Já. Það gerist í Róm. Já. Þeir fengu allir settu náttúrulega blý í vassfeitu sitt og allt það. Fengu allir blýeitrun og urðu geðveikir og skyti í heilan. Já. Það er mjög fyndið að þú veist, ég man þetta var aðeins talað um þetta í Short History of Nearly Everything sem bara það er bók sem allir eiga að lesa. Punktur, allir eiga að lesa þessa bók. Að bara svona einmitt þetta, bara málingin var úr blý. Já. Bara svona já, en allt fólki sem ólst upp þaðan það slapp enginn við það að vera með málingu en núna stjórnaður núna er allt blýfólkið við stjórn. Ég elska líka að allt blýfólkið, þú veist, vann í ísbúð í 2 sumur og keypti sér hús vegna þess að við fengum bara svona flugvélafarma af peningum gegnum Marshall-aðstoðina og núna stjórna þau öllu. Já. Og allt er ónýtt. Já, ok, þetta er svona eins og þú verður í Róm þú ert í Róm og það er svona, ok, það er til frekar lítið af gulli. Já. Og gull er bara eitthvað svona efnafræðilega frekar cool hlutur. Og svo erfitt að ná í það. Já, það er mjög erfitt að ná í það. Það er bara svona, þú veist, það er ekki fullkomið en það er frekar nálægt í að vera gott. Já. Og þeir eru eitthvað svona nei, actually þetta grjót hérna er þetta hljómar eins og eitthvað svona hvað ef þetta er gull? Hvað ef ég er gull? Það er líka bara svona þegar þú ert með flotadominans og það getur enginn sagt nei við þig þá færðu að byrja að fá alls konar mjög slæmar hugmyndir sem enginn stöðvar af. Já, svo, þú veist, ok, again það er allir fucking þreyttir að heyra þetta. Donald Trump er gamall kall. Hann er svo fucking gamall. Hann er elsti kall
og þú veist, maður sér eitthvað svona sjáðu hvað þetta gerir Obama á 4 árum, hann var gráhærður svona, já, en rýrnunin á þessum manni er, þú veist, hann er líka, þú veist, það gerðist með Reagan, sem var alltaf leikari bara leikari, bara GE, andlit GE bara, og þú veist, fengum allt út fyrir því sem, þú veist, whatever. By the way, einn stæðsti vopnaframleiðandi í heiminum. Já, og fíknefnilega innflytjandi. Já. Fengu sinn forseta. Já. Já, einmitt, GE, já. Hérna, er hann, þú veist, á efri árunum, það var alltaf, á efri árunum þegar hann var forseti, var alltaf talað um það að hann, þú veist, væri að regressa í það að vera leikari. Þú veist, hann væri að leika, hann upplifði sig sem að hann væri að leika fórsetan. Já, eins og gerist þegar þú verður gamall. Já, þú missir svona smá tengsl við því. Ég er í síld. Já, en hann, þú veist, maður er að horfa á Donald Trump í flugvél núna að segja, vá, þetta var eins og ég var að horfa á bíómynd með árásuna aðna í Venezuela, sem bæði og þú veist, getur þú sagt eitthvað annað? Getum við öll verið sammála um það að það meikaði ekkert sens. Þeir eru bara svo góðir. Bara svona, nei, þú bara svona hringdir í eitthvað, bara svona, ok, annarkvært drepum við alla, eða við fórum að taka eina gaur. Já, líka þú veist 100% pre-negotiated. Já. Af því að hann er að gefa þumal upp í öll, hann er með, sko, hann er búin að skipta 10 sinnum föt á einum sólarring. Já. Og bara svona, það er photoshoot alls það sem hann fer. By the way, í fötan á Jocko Willing, ég var ekki að djóka, by the way, að hann var í Patriot Wear tracksuit frá hérna Jocko Willing. Af hverju er allt svona heims? Og það var allt uppselt. Patriot Blue bólurinn sem hafi verið uppseltur. Sko, ég hata Jocko Willing svo mikið. Já, ég er fucking bara já, anyway, þú veist hann, og þeir ráðast hæ? Hvað sagði? Nei, bara þú veist, ég held ekki að þið tekja já, þú veist, ég geti tekið hann í fucking náttfötum, sko. I've said so much. Já, þú veist, þeir fara hana, taka yfir þennan eina gaur, leifa gaurnum eða konunni, fyrirgefðu, að taka yfir, sem var his second dad, og hún bara eitthvað svona, eins og þú hefur sagt, eina starfið mitt er að verða fórseti ef það kemur eitthvað fyrir fórsetan, og væntanlega er ég bara hann, eða þú veist, ég er bara sama, ég er að fylgja öllu sem hann var, hvað meinaru? Já. Og líka bara eitthvað svona, við tókum eitt gaur. Við tókum einhvern gaur. Og það bara svona hættir allt, eða hvað meinaru? Hvað þetta að gera? Það er líka bara svona, þú veist, þeir vilja blokka aðgang Kínverja að hráolíu vegna þess að ég held að það verið í fyrra þá skrifa Kínverjar undir yfirlýsingu að það megi ekki flytja raw earth minerals sem eru unnir í Kína úr landi til samkeppnisaðila. Já. Og þetta er retaliation við því alveg bókað. En líka, við skulum ekki gleyma því að olía á heimsmarkaði er hræjódýr núna. Já. Það er engin ástæða fyrir það að fara þangað inn, byggja upp eitthvað á 10 árum, eitthvað skriljón, biljón dollara infrastructure til að pumpa meiri olíun á markaðin, til að keyra niður verðið á olíunni sem þú þegar já, það er einmitt það sem þú vilt ekki. Það er það sem þú vilt ekki gera. Bara, það er alveg svona magnað. Það væri náttúrulega betri hugmyndin væri að fara að inn og slaka á henni. Já, sem er alveg bara svona, þú veist, alveg valid argument fyrir að þeir séu að gera. Já. Að þú veist, þeir sendu eitthvað 50 miljón tunnur af olíu. Já, þeir ákveð landið Venezuela ákvað að senda 50 miljón tunnur af olíu af því að þeim langaði bara. Sem samt, þú veist, verður það vélinn að springa. Það verður að taka okkur út. Nei, hún er að rúla samt, sko. What the fuck? Svona, það er samt, þú veist, 2 dagar eða eitthvað af olíunótkun Bandaríkjanna. Já. Það er en þú veist, það er líka bara svona, það er svo erfitt að ná utan um þetta því það er alltaf verið að skipta skoðun af hverju þeir gera þetta. Já.
fyrst var þetta eitthvað, já þið ætla að borga fyrir allt sem það er gert okkur með eitthvað og svo eitthvað fíknefn og bara svona ok, en þú veist og þetta er ekki að sé eitthvað svona hans út teflóni, þetta er bara svona því að það er ekki neitt það er allt er bara eitthvað þú veist, hann fucking pardonaði fórseta Honduras þótt að hann hafi verið bara svona fyrir bókstala saman hlutin fyrir það nákvæmlega sama og líka, já, við handtókum hann fyrir að eiga hríðskotabissur það má í landinu sem þið búið í hvað er það að tala um já, þeir líka manstu þú veist þegar þú veist að þetta er eitthvað svona narkoterrorism dæmi, manstu þegar það var réttarhöldin fyrir opiumkrísunni í Bandaríkjunum og það var bara svona Sackler fjölskyldan sem borgaði 5 kall þeir borguðu svona 10.000 kall og það má ekki lögsækja þá fyrir það aftur magnað það er líka bara svona, þetta er eitthvað sem lyfjafyrirtæki í Bandaríkjunum fá að gera ef þú ert lögsóttu fyrir eitthvað þá má ekki lögsækja þið aftur fyrir það er eitthvað svona, það er ennþá opiumkrísa í Bandaríkjunum hún bara er ekki í fréttunum en líka akkur myndir flytja inn þetta dót þú getur bara farið og ég samt, þú veist, ég hef ekki flettið upp en ég efast að innflutt fentanyl eða innflutt opium eða neitt sé eitthvað stór partur af þessu sko ég bara efast það því að það meikar ekkert hvað minnur þið eru bókstaflega að framleiða mest að þið eru að framleiða mest að því og þið skrifið upp á það fyrir hvern sem er pain management það hljómar mjög fyndið að því það þú veist eins og sérst að manage einhverjum með sjálfsöka eða þú sért geðið svona cool WWE klíka pain management já, þú ert svona agent fyrir bunch of cool WWE-görum sem mynda svona gengi, þú veist Triple H heroin yeah Triple H en já, þú veist svo, ok flottir, þeir mæta þarna takutin en einhver þótt að ríkislögreglustjóri herstjórnir og allir síðan þó völd og náttúrulega varafórsetin bara tekur við og segir hei, ég ætla alltaf áfram að vera whatever þeir gera það fá ekki Machado sem er 70% af landinu vill að verði ráði ríkjum en Trump er fúll af því hún fekk friðarverðlaun Nobels en ekki hann sem er bara svona, hann hefur sagt það sjálfur ok, þið gerir það og fólk by the way, ef það er einhvern úti sem ætlar að segja mér það að váða sem mikil fagnaðarleiti í Venezuela stafaðu Venezuela fyrir mig ef þú getur það, þá skal ég kannski trúa þér en fyrir þá máttu bara þegja nei sko, honestly ég held að þetta fólk getur örugglega ekki stafað Venezuela en þú veist og þú veist, mér finnst frekar magnað að við erum í fréttunum minna heima að tala já, en það er einhver gaurinn sem finnst þetta frábært ég og hann búum báðir hér já það er erfitt að komast hjá því við búum báðir hérna já það er líka svona það er ekkert point með því að segja einhver fagniði já, þú veist það dýbunkar ekki neitt það er ekki neitt og það voru skrúðgöngur þegar að Saddam Hussein var tengið frá völdum Saddam Hussein, Gaddafi, Assad og alveg bara svona, þú veist það er enginn að argjúa fyrir því að þeir hafi verið eitthvað frábæri gaurar en bara svona nema Gaddafi nema Gaddafi var objectively bestur hafði rétt fyrir sér en þú veist heill þáttur það síðar já ekki, þú veist ekki halda þú veist, já anyway, þú veist en ég bara svona, þetta er fyrsta skrefið í atburðarás þar sem milljónir manns deyja síðan já. Þannig eitthvað svona það er það sem fólk hefur það er það sem fólk hefur áhyggjur af ég held að það veri sko kannski 6
6 mánuðir. Það voru 6 mánuðir í Írak vil ég segja, þar sem það var allt á réttri leið. Já. Þú veist, það voru náttúrulega svaka óeirðir, og það sem fólk fattar ekki eins og með Gaddafi, þar varstu með óeirðir og þú veist, fólk út á götu brjálaða, skilur við, sem væntanlega þegar óeirðirnar skil einhverju þá fagnar þau. Já. Þú veist, það er ekki, þetta er mjög augljóst. Það er frekar en ég fattar líka ekki alveg, og þetta er ekki að segja að fólk sé ekki að fagna. Það er fólk að fagna, og það er fólk að fagna af réttum ástæðum. Já. Fólk á að vera að fagna þessu. Já, algjörlega. En núna eru samt opnir þrælamarkaðar í Líbíu. Já. Það er þannig. Við getum ekki litið fram það er við þannig. Getum ekki litið fram hjá því að þeir fóru frá þeir varu með, þú veist, fría heilbrigðisþjónustu og fría skóla og mikinn stuðning við önnur Afríkuland sem er ekki lengur til þar, til dæmis. Svona, þeir gerðu það sama, þeir vildu koma Afríku af dependency frá vestrænum gjaldmiðlum. Já. Þannig að þetta var hann drepinn leið. Já, en það sem ég er svona reyna að skilja er sko, og það er ekki, þú veist, við erum búin að sjá, þú veist, myndbönd frá bensínstöð í Mexíkó sem er venezuelískir fánar og segja að það sé sko. Já, við erum búin að sjá myndbönd af fótboltafögnuðum alls konar dótið, en það er líka ekkert point. Nei, heldur, þetta er bara eitthvað svona, það er fólk að fagna, það á fólk að vera að fagna, en hvað er það? Það breytir líka ekki að það er ástæða til að áhyggjur að hvað gerist næst. Búsáhaldabyltingin tjók, sorry en líka bara ok, milljónir dauðir. Já, þetta gerist og Donald Trump segir við ætlum að kjósa nýja ríkisstjórn þegar við munum sjá einhvern sem við teljum nógu hæfan í hvaða skilningi er það lýðræði? Ég er honestly bara að reyna að skilja. Það væri mjög gott að fá einhvers konar útskýringu á því. Af því að þetta er náttúrulega sérstaklega fyrir fólki sem er að segja að þetta sé að þetta mun einhvern veginn í hrind af stað lýðræði í landinu. Það er ekki það sem hefur gerst hingað til og það er engin ástæði til þess að trúa því að það sé eitthvað sem sé að fara að gerast núna. En líka bara valdaauðabæi hefur þú veist, og þetta er svo skrítið að því fólk, þú veist, þetta er búin að mæti fréttinur og segja, já, en hver stjórna núna Venezuela? Varaforsetinn. Varaforsetinn, en Trump náttúrulega mæti bara að segja við. Já. Bara de facto eru það við. Já. En þú veist, það er ekki einn leið til að gera þetta á þess að taka bara alla út. En það er ekki þetta er svo, já, ég er bara að reyna að skilja hvað næstu skref er að vera hérna, af því að eins og gaurinn sem er yfir ríkislögreglustjóri er bara svona, já, bara þú veist, grænlord, bara einhver gengja stjórnandi, skilur. Já. Ég held að hann hafi verið með hærra lausna, nei, hvað heitir þetta? Bounty whatever, bara who cares, bounty á hausnum á sér, þú veist, upp á $25 million og whatever meira eða eitthvað, heldur en einu svona fórsetin. Já. Skiljanlega. En þú veist, ég vil það besta fyrir þetta land. Já. Og ég vil ekki að Bandaríkin geti bara leikið sér að þessu dóti sem það er að gera. Svarið við þessu frá þessum löndum er náttúrulega búið að vera djók, bara algjört fucking djók. Nei, bara trúðasýning. Keir Starmer til dæmis, ég hef aldrei séð eins veiklulegan mann. Við trúum á alþjóðalög, við trúum á, og ég er bara svona og hvað geturðu og ætlum við að nýta okkur það eitthvað eða líka fucking Þorgerður Katrín
fer í fréttirnar og segir bara, veistu hvað, mér finnst þetta fucking cool, mér finnst þetta geggjað. Hún alltaf tala fyrir okkur sem þjóð. Já, það er mjög mikilvægt að muna það að þetta eru kvót eftir hana sem eru byrt, sem við erum öll kvittuð fyrir í fréttum í útlöndum. Nákvæmlega sama, og þegar fucking bara Davíð Oddsson ákvaða við ættum að styðja við innrásin í Írak. Við elskum Íraksstríðið. Og við erum á móti afvopnun kjarnorkuvopna fucking 20 ári eða eitthvað. Já, ekki. Og veistu hver segir til það? Einhver gaur. Einhver random gaur hjá Sameinuðu þjóðunum er bara eitthvað svona einhver gaur. Hann segir bara nei. Hvað? Þú veist, að langt síðan ég var að lesa þetta, en bara svona þið getur skoðað eins og í Countdown to Zero sem er fín heimildamynd denuclearization, þú veist, í heiminum. Þar allt í hennu var sýnt klippa af hverju var með á móti bara hröðun á afvopnun kjarnorkuvopna í heiminum. Já. Og Ísland er allt í hennu bara eitthvað blíp, þú veist. Við erum bara á móti því, og svo flettur upp í hverja, það er bara einhver náki. Bara einhver gaur. Ekki kosin held ég eins og. Nei. Það er náttúrulega hlutur sem við höfum að tala um. Það er hlutur, það er nefnilega. Þetta er two-parter, þessi þáttur er two-parter, ég ætla bara að segja núna. Þáttur er two-parter. Það verður tekið næsta helmingnum, þá ætla að taka það fyrir. Það er bara þannig. Alls konar fólk sem þú vilt kannski googla og komast að hverjir eru og í hvaða ráðunetum þeir vinna. Algjörlega. Og hvaða svona stefnuhugmyndir þeir hafa kannski og hvernig hún helst á milli mismunandi ráðherra og hvernig það er pinnskritið. Það kaust þá enginn. En núna erum við með Bandaríkin og þeir eru búin að í dag búin að skrá sig úr 70 nefndum samningum bla 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 hjá Sameinuðu þjóðunum af því að þeir þjón ekki í Bandaríkinum lengur. Já. Segir Trump. Og þú veist, ég veit ekkert hvernig það virkar. Nei. Hvernig þú gerir það, en þannig allur grundvöllur hvað má og má ekki. Því lög eru bara það. Já. Lög eru bara eitthvað svona, við erum frekar sammála með þetta með ekki. Ef þú skráir það bara út úr því, hvað þá? Það má það. En þetta er mjög fyndið, þú veist, núna er náttúrulega að tala um Grænland og allt þetta, þú veist, það reyna að ráðast inn í Grænland og þú veist, Danmörk er bara, þetta er mjög fyndin punktur af því að þú veist, að ráðast á NATO-ríki, það er bara það er í lögum, þá þarfst að ráðast á hvaða land sem gerði það. Þú þarft að verja samkvæmt lögum. Já. Og náttúrulega alltaf spurningin er alltaf bara, en hvað ef landið er innan NATO, þú veist. Nei, það myndi aldrei gerast. Það myndi aldrei gerast. Það myndi aldrei. Því það er allt pointið með þessu öllu saman. En það er mjög, og þú veist, fólk visslega búið að gleyma því, en það er búið að gerast 3 svar áður þar sem Bandaríkjunum reyna að kaupa Grænland. Já. Og það var ekki komist að því fyrir 93-94 þar sem var lekið skjölum það, þú veist, það var 1940 hvað sem þetta kaupa Grænland en það er svo maður bara svona hugsa mjög basically núna ef við segjum ekki neitt við því, þá er ég bara svona ok, núna eru AI gagnavers biljóna anti-human nákvæmnir að borga fyrir allt ríkið í Bandaríkjunum. Já. Vantar ógeðslega mikið rafmagni og kalt land, vantar kalda geymslu, vantar aðgangað frekar hröður netdýlinga sem er sögulega yfir sæstrengi og tengingu við Evrópu þaðan, lithium og kóbalti og en þú veist, þeir myndi ekki taka Ísland næst. Nei. Það væri náttúrulega fáránlegt. Þeir eru náttúrulega ekki með og myndu definitílega ekki geta sagt hei Marshall-aðstöðin eða hei við erum með herstöði hérna og við erum að fá nýjar herstöðar hérna. Það eru líka það er búið að vera seinustu bara 2 árin þá komu þeir aftur. Það var engin hérna. Núna eru fleiri 100 hermenn staðsettir í Keflavík. Það eru
herflugvélar, það verið að byggja bryggjukant til að þjónusta flugmóðuskip. Það er bara svona, þú getur ekki gert þetta mikið augljósara. Nei, líka að þú byggir upp þú byggja svona risastórt flagg og það stendur falskt á því. Nei, þú ert með flugmóðurskips viðgerðarstöð, þú ert með bensíngeymslu eða olíugeymslu og þú ert með kafbátahöfn. Þannig hvað eru fyrstu 3 hlutinir sem eru sprengdir? Það geti verið, þú veist, eins gott að við séum ekki bara svona að mála skotmarka á okkur fyrir ekkert tangible benefit annað en að Þorgerður Katrín fá að fara út að borða í Washington. Já, það er flott. Það er pirrandi. Það var ógeðslega pirrandi. Eða náttúrulega, þú veist, mér langar svolítið bara að finna aftur pistilin sem hún Þórdís Kolbrún skrifaði. Hún var að skrifa og svona hvað Ísland á að þýða í samhengi við NATO. Já, bara svona hvað er að vera, þú veist, verðugur bandamaður? Hvað Lítum á Grænland aftur. Já, lítum aftur á Grænland. Grænland er partur á NATO. Það er partur á NATO. Nei, löglega sé það partur á NATO. Já. Ok, og hvað? Hvað ætlaðu að gera í því? Það er líka bara svona... Er það ekki verðugur bandamaður? Greinilega ekki. Er það ekki nóg verðugur bandamaður til að við segjum eitthvað við því? Nei, just. Það líka gleymist að, þú veist, eina skiptið sem hefur verið farið gegn Íslandi með hernaði var það gert af Bretum sem eru NATO-meðlimur. Við vorum NATO-meðlimur og veistu hvernig við unnum þorskastríðið? Með því að hóta að hætta í NATO. Vegna þess að við vorum með diplomatiska stefnu sem hafði einhvers konar þor til þess að gera eitthvað og það náði að skila okkar hagsmunum. Vegna þess að NATO sagði, heyrðu, þeir eru ekki með her, það býr enginn þarna. Við erum ekki, Bandaríkin eru ekki að fara að fórna sínu milliríkjasambandi við Breta fyrir einhvern fucking þorsk. Étiði skít, finnið út úr þessu. En við erum í NATO og þú veist, þá verður allt í lagi. En líka, hvað þýðir að vera verðugur bandamaður? Ég var svona, það er svo margt. Það er margt í þessari setningu sem að svona, en líka bara... Ertu að tala um herskildu? Ertu að tala um 1,5% af þjóðarframleiðslu í hernaðaruppbyggingu? Ertu að tala um að við verum bara flótastöð fyrir Bandaríkin? Ertu að tala um að við verðum... Bara risastórt skotmark, við verum bara nýja Guam. Já, við verðum, bara, þú veist, Puerto Rico eða eitthvað. Já, þú veist. Þeir eru alltaf að gera þetta. Já. Þeir get ekki hægt. Nei. Og við erum þeirra típa af landmassa til að taka yfir. Bara svona, verður ekki mikið betra. Þetta er eyja, það er engin her, það býr basically engin annað. Þú veist, það er ekkert svona landamæra vesen, þú veist, þú ert að fara að taka þetta svæði en þú veist, læsta land við hliðin á fer í einhverja fílu eða eitthvað. Þú getur bara sagt það. Með einu pennastriki getur þú sagt þið eruð partur af Bandaríkjunum núna og við getum ekki gert þetta í því. Já. Vegna þess að við erum búin að gefast upp á, þú veist, einhvers konar milliríkja pólitík þar sem við advokerum fyrir okkur sjálf. Já. Við erum hætt því. Við ætlum bara að advokera fyrir NATO. Nýja stefnan er sko að gera ekki neitt. Nýja stefnan er að segja ekki neitt, gera ekki neitt og vera svona ekki fyrir. Já. Sem er fullkomin leið til að bara svona, við erum bara að communicate að við ætlum ekki að vera með það mikið vesen ef að þið takir landið. Það er bara ágeggjað. Nei, líka hverju tapar með að segja eitthvað? Ég fæ ekki að skilja það. Ég er raunverulega að skilja það ekki. Kannski skammar Jónas G. Allansson þig. Já. Það getur gerst. Varnarmálaráðherra Íslands. Kannski fjall Donald Trump áttir fyrir því. Og þú veist, Grænland og Ísland og þú veist, Ísland, það er fullt af ís. Ok, það er enda geti verið solid vörn. Við nefnum okkur... Hann heldur hann sé að tala um Ísland. Já. Við nefnum okkur piece of shit land. Já. Það kemur enginn og tekur það. Nefnum okkur Somalia 2. Somaliland. Nei, það er búið að taka það. Já, það er búið að taka það. Það er mjög fyndið, en smá annað svona geopolitics, svona kennsla. Fólk er að spá í akkur Bandaríkir sem ekki stuðning við Somaliland eða Somalíu. Það er lít á land
líta á landakort, það bara svona Suezskurðurinn, Sómalía, Suezskurðurinn, Sómalía. Fyrsta landið til að viðurkenna Somaliland sem ríki. Ísrael. Já, ótrúlegt. Magnað. Ótrúlegt hvernig þeir eru líka beint hinum með hafið við Jemen. Já. Magnað fyrirbæri. En það líka, þú veist, talandum Ísrael, þeir eru náttúrulega, Bandaríkin eru með núna með Monroe skipurina eða whatever til að stjórna og búin að flexa því nú hart. Nú bara að ná hinum helmingum sem bara stríð við Íran í gegnum Ísrael. Já. Þá allt búið, basically. Já, bæði við, Íran var að slökka á netinu sínu öllu, allt netið farið. Ekkert meira net. Rússar voru að innkalla alla diplómata frá Ísrael. Þeir eru búin að tæma sendiráðið sitt. Ég er að giska fyrir 20. janúar stríð. Já, þú veist, það er ekki ólíklegt. Giskið mitt er það. Já. Þið getið over-underað það inn á snorrimásam.is. Actually, já. Við setjum stuðul. Fyndið að skilja nefnið áttur af því að ég var að tala um aðan með veðmál og svona. Insider trading er núna löglegt. Já. Af því að prediction markets, það er nýjasta nýtt sko. Ég var aðeins að skoða þetta og ég man sko að það var, ég held að ég veit ekki hvort ég ruglu þessu saman, það var hann Kalsi er eitt af þessu, það er Kalsi og svo er eitthvað annað, eitthvað svona, þetta er eitthvað svona giskmarkaðir. Þú veist, fólk er að veðja á hvort að það verið innrás Íran og er actually að jumpa peningum í þetta og þú veist, einhver frá Washington græddi $400 með að veðja á að Maduro væri handtekinn. Þannig þú veist, við erum bara svona, þetta er þú veist, þetta er ókslega nihilistic hvað heitir hún áttur? Idiocracy. Þetta er svona idiocracy nema ekki svona sorglegt. En sko, ok, það er ekki fyndið að það gerist í alvörunni. Já, það er mjög fyndið, ég veit ekki hvort að þú veist, örugglega einhver sem horfir á okkur sem horfir á amerískan fótbolta og maður sér alltaf þetta sko svona predictions. Já. Amazon með eitthvað svona prediction við blablabla eitthvað úst, í gangi á skjánum og það gefur það droppar einstundum. Já. Ég byrja bara svona að disassociata við að segja þetta einu sinni, en það er núna verið að innleiða það í fréttirnar í Bandaríkjunum. Þeir eru að fara að setja upp það er ekki, það er ógeðslega prósentunar af því að þú veist, yfirskriftin hjá by the way, ég ætla að setja það í fucking descriptionið, viðtal við forstjóra þessi fyrirtækis, ég held að það veri Kalsi eða hvað heitir þarna eitthvað. Þú veist, við erum komin með Gen Z forstjóra. Þú veist, nei svona, þú veist, við erum að tala þú veist, á slæmanhátt, get ekki hort í augun af fólki, bullshit dæmið sko. Hann veit ekki neitt, hann veit ekkert hvað hann er að tala en hann er basically að segja, já, við erum að fara að búa til mikilvæg tól fyrir fréttirnar að vita hvað fólki finnst til að segja hvað er að fara skilur þú? Já. Spádóm, actual spádóm í gegnum hvað fólki finnst og ég bara eitthvað svona, hvað meinar þú? Það virkar ekki þannig, það virkar ekki bara því fleirum finnst þetta þá hvað þú veist, þú lítur að skilja að það er ekki þannig að fólk bara nógu margir trúið, þetta er sem með fokkin, þetta er svona mjög esoteric kenning það ef nógu margir trúið þá verða það til, skilur þessum eru englar til. Orkan er í 40K. Við erum í 40K. Við erum, já, reyndar það myndi útskýra alveg, þú veist, fleiri hluti en eru í lagi að útskýrist þannig
En það líka bara svona, þú mátt ekki bara segja núna, eða það má reyndar að því að má segja allt, þú mátt bara segja predictive programming AI fréttir. Já. Þú mátt segja það, eða bara svona þú hefði verið IP-bannaður á Erslas Conspiracy fyrir 10 árum. Eða bara svona ef þú segir bara svona, heyrðu, þeir geta víst stjórna veðrinu og þeir eru alltaf að gera það. Þeir ekki einhverjir, þú veist, fólk sem á veðurstjórnunum vélar, ekki það. Já. Það er bara svona Kate Bush. Þetta var mjög langsóttið djókur. Hún gerði lagið Cloudbursting og hún heiti Bush, ég veit ekki þetta var langsótt. Look into it. Langsótt djók. En ég fíla samt eftir að ég fekk útskýringuna. Já, ok, þú veist, ok. Elskum Kate Bush, bæði. Við erum Kate Bush fanclub, sko. Love me, Kate. You've reached the end of side A. Please turn the record over to side 2.